Daginn fór ég til læknis og við fórum yfir málin eins og gott að gera reglulega, taka stöðuna, meta ástandið. Eitt af því sem læknirinn minn sagði við mig var að ég þyrfti að bæta mataræðið, skipta út óhöllustu fyrir það sem betra fyrir líkamann, skipta snakki út fyrir til dæmis gulrót. Það fékk mig til að hugsa orkuskiptin miklu í heiminum. Já, ég bara svoleiðis. Jú, sjáið til. Ísland sem og heimurinn allur stendur frammi fyrir miklum áskorunum við að reyna að koma í veg fyrir óafturkræfar og stórfelldar loftslagsbreytingar, tilkomnar vegna losunar á gróðurhúsalofttegundum. Þjóðir heims hafa sameinast þetta verkefni, enda snertir það okkur öll. Þess vegna skipta orkuskipti máli. Orkuskipti hugtak sem stendur fyrir það að skipta orku sem fengin frá jarðefnaeldsneyti, koli, olíu og gasi fyrir umhverfisvæna orku. Orku sem fengin með vindi, vatni og sól. Rétt eins og Saxi læknir sagði mér, skipta óhollustu út fyrir hollustu. Jarðefnaeldsneytið fyrir jörðina eins og nammi, snakk og gos fyrir okkur, argasta óhollusta. En það svo að heimurinn gríðarlega háður jarðefnaeldsneytinu og ef á að hætta að notast við það, verður eitthvað annað að koma í staðinn. Það snúast orkuskiptin. Áskoranir sem felast í þessum miklu breytingum á orkunotkun heimsbyggðarinnar margar. Þau krefja okkur öll til að breyta neysluvenjum okkar og samgönguháttum og draga úr sóun. Það getur verið erfitt að byrja allt í einu að borða hollt, en það nauðsynlegt. Ísland hefur ásamt öðrum Evrópuríkjum sett sér sameiginleg markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í viðskiptakerfinu, til dæmis varðandi stóriðju, en einnig að binda koltvísýring í auknum mæli, til dæmis með skógrækt. En svo það sem samfélagið losar, til dæmis með bílaflotanum og með úrgangi, sorpið sem fellur frá okkur. Þrátt fyrir að við Íslendingar stöndum betur en margar aðra þjóðir, þar sem raforkuframleiðsla okkar fer nær einungis fram með endurnýjanlegum orkugjöfum, stendur eftir að 15% af orkunotkun okkar kemur frá jarðefnaeldsneyti. Hér á landi jarðefnaeldsneyti notað til að knýja bíla, flugvélar og skip. Nú gætum við sagt að 15% sé ekkert rosalega mikið. Ef 85% af fæðunum minn hollusta, það 15% nammi svo slæmt. Ef við miðum til dæmis við Bandaríkin 80% orkuna frá jarðefnaeldsneyti og 70% í Kína. Í Danmörku hún yfir 20%. En alveg eins og varðandi eigin heilsu og eigið mataræði verðum við að hugsa til framtíðar. Við viljum vera heilbrigð fyrir 11 árin. Við viljum að líkaminn endist og við viljum líka að jörðin endist. Ekki bara fyrir okkur, heldur komandi kynslóðir líka. Þess vegna skipta orkuskipti máli. Orkuskipti á Íslandi snúast að skipta þessum 15% orkunotkunar sem byggður á lífefnaeldsneyti í umhverfisvænni orku. Það til dæmis hægt með því að draga úr orkunotkun í flugi, til dæmis með að draga úr ferðaþörf. Einnig hægt að minnka orkunotkun í samgöngum með því að efla fjölbreytta ferðamáta, styðja við gangandi og hjólandi vegfarendur ásamt almenningssamgöngum. Sem var einmitt líka það sem læknir sagði við mig. Hætta að láta skutla mér allt. Hjóla, taka strætó. Heilbrigð sál í hraustum líkama og heilbrigð jörð með grænni orku.